Ég að velta því fyrir mér, getur verið að við viljum frekar lesa svona dramatískar ástarsögur þar sem að allt verður einhvern veginn upp í loft og í bál og brand og svona mikið drama og erfiðleikar. Viljum við frekar lesa svoleiðis heldur en lesa svona bara ljúfar sögur af fólki úr raunveruleikanum þar sem allt gengur vel? Ég held við viljum bæði. Ég held að flestir vilji samsama sig einhverjum sögum, spegla sjálfan sig í sögunum og sjá, ég meina, ef þú ert einhleipur að geta séð bara, heyrðu, ég get nú kynst einhverjum í, þú veist, sundi eða kynst einhverjum bara á djamminu eða í gegnum Tinder-appið eða, en ég held að þetta finnst okkur líka gaman að lesa þegar bara allt fyrir í háa loft og bara sprengjur og flugeldar og allt að gerast. Af því að þannig kannski ekki daglega lífið hjá manni sjálfum. Já, bæði sko flugeldar jákvæðir og líka bara allt í klessu. Já. Hvað segir þú, Margrét? Já, ég held að það sé svolítið til í því að við viljum náttúrulega samsama okkur. Við verðum einmitt að geta sett okkur svolítið í þessi spor. En ef þið hugsa bara til dæmis þessar amerísku ástarmyndir, að þær byrja alltaf í einhverju svona rómantík, svo fer eitthvað í steik og svo verður eintóm hamingja eftir það. Já. Og í raun og veru, það eitthvað sem við þekkjum sjálf, nema það að bíómyndin 1,5 tími en lífið okkar miklu lengri tími. Já. Þannig að ég held að þetta sé svona, jú, við viljum heyra góðu hlutina en við viljum líka vita að það ekki bara við sem erum eitthvað vonlaus eða óheppin og erfiðleikarnir bara hjá okkur. Það eru erfiðleikar alls staðar annars staðar. Já.